Komið sæl og blessuð og velkomin í Vikuskamt, beina útsendingu. Við ætlum að ræða fréttir vikunnar, tíðaranda og þjóðmál hér svona næstu ríflega klukkustundina. Stundum verða þessi þættir nú reyndar 1,5 klukkutími, en við verðum hér að minnsta kosti í loftinu næstu 60 mínútur. Nú gestir þáttarins í dag eru góðir sem endranær, Valgerður Árnadóttir, þú ert stjórnmálafræðinemi og aktivisti, vertu velkomin. Takk fyrir. Og Lárus Guðmundsson, þú ert, hvað maður segja, fyrrum knattspyrnu hetja og... En þú ert núverandi miðflokksmaður, varaþingmaður miðflokksins. Já, klárlega. Og bara nýt mig vel í því hlutverki, sko. Já, einmitt, gaman að því. María Pétursdóttir, velkomin, formaður húsnæðishóps ÖBÍ og listakona. Og síðast en ekki síst, Svala Jóhannesardóttir, þú ert formaður Matthildarsamtökanna. Já. Vertu velkomin. Takk kærlega fyrir. Ég ætla að byrja á sjóðheitri frétt sem er svona bara í framvindu. Hún endurspeglar nefnilega svolítið svona tíðarandan og ákveðin átök og ólgu og er mjög á milli tanna almennings sem stendur. Þetta sem sagt þannig að Vísir birtir þessa mynd sem við sjáum þarna á skjánum af Snorra og Snorra Másinni, varaformanni Miðflokksins og syni hans 2 ára með þessari fyrirsögn, byrjaði að daðra við rasíska samsælskenningu og Snorri verður mjög ósáttur við valið á myndinni og sendir Vísi sem og Nadine Guðrún Jaki, konan hans, ósk að skipta myndinni út en því að neitað og það er svona það sem Snorri segir er að þarna sé ný lægð það er svona ný lágkúra í fréttaflutningi að 2 ára sonur hans fá að prýða forsíðuna á Vísi ásamt staðlausum ásökunum ímyndaðan rasisma föðurins. Og þá fáum við kannski aðra mynd en þótt fyrstu viðbrögð Vísis væru að neita að skipta mynd, þá fór það þannig þegar leið á daginn að nú lítur fréttin svona út, nú er ekkert barn lengur á henni og það er komin ný skýring frá varafrétta stjóra Vísis. Og ég nefni svona, þú veist, ég ætla að byrja á þessari frétt vegna þess að hún snýst siðferðisleg álitamál á nokkru leyti. Hún velti líka upp spurningunni hvort stjórnmálamenn eigi sjálfur að fá að ráða því hvenar þeir ákveða að presentera sig sem fjölskyldumenn eða svoleiðis. Og ég ætla að byrja á þér að fá Lárus af því þú ert jú miðflokksmaður eins og Snorri. Hvað finnst þér þetta mál? Mér finnst þetta lélegt, sko. Já. Þú veist, það er með barnið sitt og það er rasíska fyrirsögnir sem að gera þetta lélegt. Já. Þú veist, ef þetta var einhverju öðru tilefni, þá er þetta bara flott og hann bara fjölskyldumaður og allt það. En þarna er verið að tengja saman rasisma og má alveg segja það, hann er ljóshært barn, svona. Ég held þetta hefði alls ekki átt að koma svona fram, sko. Heldur þetta hafi verið meðvituð einhvers konar skilaboð? Ég held bara einfaldlega að þeir hafi notað þarna eitthvað tækifæri til að koma á hann enn frekar á höggi, sko. Það er nú alltaf verið að segja hann sé rasisti. Það má ekki opna munninn og þá er alltaf, Snorri er rasískur og Snorri hitt og þetta, skilur. En hann er bara að lýsa staðrindum. Það er bara komið einfaldlega það mikið að innflytjendum hingað að það verður svona ákveðin núningar á öllum kerfum. Og mér finnst hann eiga fullan rétt á því að tala það við hvern sem er. Þú veist, hann vil ekki taka þetta fólk á lífið að senda úr landi, hann er bara einfaldlega að horfa á heildarmyndina og lýsa sinni sín á þetta. Já. Valgerður, sko, út frá sjónarhóli barnsins, þá er svolítið hæpið, svona í vissum skilningi, að birta svona ungt barn. En svo er það líka eitthvað svona samhengi, pólitískt samhengi. Þetta er ekki einfalt mál eða hvað? Nei, þetta er alls ekki einfalt mál og ég er alveg á því svona yfir höfuð að það eigi ekki að draga börn og fjölskyldur stjórnmálamanna inn í umræðuna eða varpa ljósi á þau vegna þess að þau bera engan veginn ábyrgð á því sem að stjórnmálamaðurinn segir og gerir.
Ég hef þó séð svona mjög misjafnar skoðanir í dag á Facebook frá fólki sem hefur deilt þessu og til dæmis hefur verið bent á það sem rétt ef að þú vilt ekki að barnið þitt fái þessa athygli, ekki vera þá sjálfur að nota barnið þitt í pólitískum tilgangi. Já, eins og hann gerði þegar hann lét taka mynd af sér eftir varaformannskjörið. Hann lét taka þessa mynd af sér með barninu sínu til að undirstrika sínar áherslur sem að Íslendingar eiga fleiri börn á Íslandi og þessi fjölskyldu gildi. Þannig að hann setti sjálfur barnið sitt í þessa stöðu. Má ég vitna í Jóhann Hlíðar Harðarsson fréttamann sem segir það varst þú sjálfur Snorri sem tróst syniðinum í sviðsljósi með því að tromma upp með hann á sviði. Þú bauðst upp á þetta að fara svo að grenja núna tækifærismennska og tilfinningarklá. Þetta enn ósmeklara heldur en bara, þetta bara alveg í sama takt. Hann var með barnið að fagna þarna varaformannsembættinu og getur bara vel verið að hann hafi haldið á því þegar þetta sem sagt var myndað og það bara hans réttur að vera með barni og sína bara ást og umhyggju fyrir því sko. Ok, fáum sjóna með ykkar. Já, María. Mér finnst hann náttúrulega notar hvert tækifæri hans Snorri til þess að stríða og erta og reyna að skapa eitthvað debate í umræðuna þannig að sko, mér finnst þetta bara svona, já bara anskotin hittur ömmu sína þarna einhverju blaðamanni sem að ákveður að nota þessa mynd sko, ég held að sé bara þannig og ég menna hann nýbúin að vera, þú veist að ég hlustaði á hann sko ég var á þingpöllum bara í vikunni og hlustaði á hann sko bara sóa tíma þingsins að því mér fannst það sem hann að gagnrýna RÚV og hann tekur aldrei neinn dæmi og að kalla menningarmálaráðherra til svara og eitthvað svona og hann kemur ekki með neinn dæmi sko og á neinu, hann bara svona pöðrar út einhverju sko og svo mætir menningarmálaráðherra í pontu og fer að svara honum og hann bara glottir, þú veist, hann bara að leika sér. Ég fekk þessi tilfinningu, hann bara að leika sér á þinginu og hann bara að leika sér að pöðra alls konar eitthvað rugl út í loftið. Og í alveg talað að því að hann ekki að röksta, hann var ekki að röksta hann er yfirleitt mjög rökfastur þarna var hann ekki að röksta neitt maðurinn er í 100 viðtölum á viku hann getur ekki alltaf verið fullkominn nei, hann er að tala í pontu Alþingis hann stígur í pontuna 10-20 sinnum í viku hann gerði það líka, þannig að nokkru sem trekk það er ekki hægt að taka allt eins og hann eigi alltaf að vera perfect hann er alveg ótrúlega góður þetta er bara það sýnisat sem ég fekk á hann á þingpöllum í vikunni og ég er að segja bara mínu skoðun á þessu já, mátt það já, takk fyrir það en ég, þannig að mér finnst þetta bara já, þetta er ekkit smekklegt kannski og þetta hefði þú veist, kannski ekki þurft að gera þetta en ég veit ekki hann líka fer með barnið sitt einmitt ég er algjörlega sammála þér Valgerður hann fer með barnið sitt þarna á sjónasviðið sem pólitíkus þannig að Já, ég vil samt taka því fram að ég kannski get endilega, ef ég væri þessi blaðamaður þá hefði ég ekki byrt þessa mynd, svo það sé tekið fram. Sennilega ekki, en svo líka hitt sjónarmiðið að hann er að nota barnið sitt þarna og hann er að láta taka myndir af því, þá ber hann líka ábyrgð, hann getur ekki alltaf verpa ábyrgðinni á aðra. Ég vil nú ekki meina að segja að nota barnið sitt, hann er einfallega bara taka það og fagna með því. Hann er alls ekki að nota. Hann hefur samt nýtt þetta myndmál fjölskyldunar og kjarnafjölskyldunar mjög mikið í pólitískum tilgangi og þetta er bara þekkt pólitískt svona stef fyrir fólk sem er mjög íhaldsamt og vill halda í svona ákveðin gildi að þeirra mati sem ekkert allir eru sammála í nútíma samfélagi þannig að hann hefur nýtt konuna og barnið sitt og allt svona umhverju alveg mikið í pólitísku tilgangi þannig að það kemur mér ekkert óvart að þessi mynd sé notuð en ég er alveg sammála það að ef ég væri blaðamaður þá hefði ég ekki gert það af því að mér finnst bara mikilvægt að börn og ungmenni þau ráða ekki pólitísku skoðun sinna foreldra og það hefði verið svona smekklegast og kannski siðferðislegast að bara halda hans barni út fyrir þessa umræðu. En mér langar samt að benda á það að þetta er ekki bara ákvörðun blaðamannsins því að þegar kemur fyrst þrýstingur á þau
að skipta mynd þá geyma þau þá ákvörðunum minnstakosti klukkstundu saman og þá það væntanlega fréttastjóri eða varafréttastjóri sem er komin inn í það mál og þetta svona ekki, þannig að það nefnilega það sem að mér finnst svo spennandi við þetta mál að það er svo mörg sjónarmið sem að mætast þarna en já, eigum við að fara úr, sko Snorri náttúrulega umtalaðasti pólitíski Íslendingurinn frá viku til viku það þannig og ef maður velur að tala eins og Snorri gerir með ögrandi hætti þá mun náttúrulega ganga yfir því puss og það mun líka ganga yfir fjölskyldumælimið þína, þannig það bara hér í nálaðar vandanum sem við glímum við hvort sem okkur líkar betur það verð. Mér finnst kannski mikilvægt að nefna, það er ástæða fyrir því. Þú veist, hann hefur sagt hluti sem íslenski stjórnmálamenn hafa ekki verið að ýja að og hann gengur oft mjög langt í að segja hluti sem á ekkert alltaf við rök að styðjast og við erum kannski ósammála því. Já, ég er algjörlega ósammála. Vegna þess að það hefur verið kannski svona helsta gagnrýnin á hann er að maður þurfi svona svolítið að vanda vel til hvernig maður setur hlutina fram og það þarf að vera einhver rökstuðningur á bakvið. Bara til dæmis varandi fjölda umsækjanda alþjóðlega vernd og hvar álagið á kerfinu í rauninni liggur. Nú er svona mín sérfræðiþekking að vinna innan velferðarmála og ég get bara alveg klárlega sagt frá því að það er ekki hælisleitendur sem eru að valda því að álagið er einhvern veginn að drukkna og okkar innviðir eru ekki ná að taka á móti öllu. Þetta er bara flókið og margskonar mál. Þannig að það kemur ekki óvart að þetta hafi verið gert en ég er bara sammála því að það eigi ekki að birta mynd af börnum fólks. Það er mín skoðun. Ég er reyndar ósammálaður í þessu. Ég heyri mörgum öðrum sviðum þar sem að hælisleitendur eru vandamál. Skólum landsins, leikskólum og víðar. En málið er bara það, alltaf verið að tala að þeim hafi fækkað. En í rauninni þá koma núna á þessu ári með nýjustu tölur 1500 manns á verndar ákvæðum. Svo eru önnur 1500 sem koma á fjölskyldusameiningum og svo það námsmenn, þeir komu 724 í fyrra og svo það sérfræðinga ákvæði og mannúðar ákvæði. Þannig að þetta eru 4.000–5.000 manns sem koma á árinu 2025 til landsins. Og það er ansi mikið álag á öll kerfi. Hvað eru margir sérfræði ákvæði, veistu það? Þau voru bara held ég þetta 1500 Já, það er 2024. Það er fólk sem vantar til starfa einhvers staðar og er fengið. Málið er það er verið að tala sérfræðinga. En svo þetta ráðið í að skúra gólfi einhvers staðar eða, þau eru ekki sérfræðingar. Þannig að þarf ekki þetta ákvæði að vera til staðar. Þetta er bara fólk sem kemur að vinna í láglaunastörfum og lendir í íslenskri fátækra gildru. Get ekki framfleytt sér. Í 90% tilfella er þetta ómetta fólk. En ef að þetta fólk er ekki í þessum ræstingum og í þessum störfum, hver á þá að gera það? Það er svo sem annar handleggur. Hvernig gera við það áður? Við vorum ekki svona mörg áður. Eru Íslendingar hættir að nenna að vinna þessi störf? Áður þá vorum við náttúrulega í allt öðruvísi samfélag heldur við erum í dag. Við getum ekki miðað við nútíma samfélag við hvernig það var í gamla daga. En þessi gamla daga... Ég get að tala um gamla daga, 10 ára áttir í tíman. Já, við erum bara ekki til dæmis með fólk til þess að sinna sjúklingum, við erum ekki með fólk til þess að sinna ummönnun aldraðra nema við höfum þessa innflytjendur og ég vil líka taka fram að það er bara 5% af þeim sem eru aðfluttir á Íslandi sem eru hér undir einhverju vernd. Hitt eru bara frá Schengen-ríkjunum sem eru komin starf og ég ætla að fá að klára. Þannig að í gamla daga þá bjuggum við öll undir sama þaki og við hugsuðum hvort annað og við hugsuðum eldra fólki inn á okkar eigin heimili. En núna þá er samfélagið þannig að við þurfum öll að vinna úti, bæði konur og menn þurfa að vinna úti til þess að sjá okkur farborðað. Við getum ekki einnig hugsað þá sem eru veikir og þá sem eru aldraðir og samfélagið er breytt og við þurfum hendur til þess að vinna þessi störf og ég líka taka fram að ræstingastörf þó að hér komi fólk að utan að vinna þau og það er náttúrulega alls ekki nógu vel
borgað fyrir þessi störf, en þau eru eina mikilvægustu störfum í samfélaginu. Það fer hér allt á annan endan ef að ræstinga fólk myndi leggja niður störf. Það bara eins og með hjúkrunarstörf og lækna. Þú veist, þetta snýst líka bara gildismat starfa hjá okkur og ef að umræða ykkar í Miðflokknum væri á einhvern veg að koma með lausnir en ekki bara polarisera umræðuna til þess að ráðast á þetta fólk. Þetta fólk hérna, jú, þið eruð að valda því með ykkar orðræðu að þetta fólk lendir í rasisma, það lendir í því að það er öskrað á það þar sem að það er að starfa. Alltaf að tala um rasisma þegar við erum að tala um þessi mál. Hvernig þið takið orðræðuna upp frá öfgahægri fólki í Evrópu. Alltaf öfgahægri, ekki öfgavinstri talsbóti sem þú ert með hér núna? Bitu. Ég er ekki... En af hverju tala alltaf um öfgahægri? Ég veit ekki hvaða stjórnmálaflokki þú heldur ég tilheyri eða skoðanir ég hef. Það hafa bara ekki komið fram. Nei, ég er bara í flokki sem er íhalsamur og er bara hægra megin. Já, það er bara þitt mat, það er ekki mitt mat. Nei, ég er ekki í flokki sem er of íhalsamur. Nei, ég sagði ekki of, ég sagði mikið. Mikið, já, ok, þetta er orðaleikur hér. Já. En staðan er bara einfaldlega þannig, á síðustu árum hafa komið 60.000 erlendir innflytjendur til landsins og kerfið ráða bara ekki við þetta. Og til dæmis núna er það 8.500 á atvinnuleysisbótum og þar af 5.000 útlendingar sem þýðir 16 milljarða á ári sem fær í greiðslur í þennan málaflokk til útlendinga. Það er ótrúlega áhugavert að þetta sé alltaf fókusinn. Já, það er og mér finnst það umhugsunarvert vegna þess að hér, af hverju er ekki verið að tala um skattsvik? Af hverju er ekki verið að tala um hátekju fólk sem er ekki skilað tilbaka til samfélagsins? Ef við erum að tala að okkur vantar pening inn í kerfið, þá skulum við leggja áherslu á þess að raunverulega peningar eru til staðar. Af hverju er alltaf verið að venda auðmenn og stórfyrirtæki í skattaskjóli annars staðar? Miðflokkurinn er ekki að venda neina auðmenn. Nei, en maður heyrir, við heyrum ekki þessa umræðu. Að því að ef þetta snýst peninga inn í kerfið, þá skulum við leggja áherslu á það sem raunverulega er hægt að sækja pening. Ég held að við séum ekki að fara að vera sammála hérna. Alls ekki. Það er alltaf að ræða málið. Það er alltaf að ræða. Það er bara leið og einhver gagnrýnin umræða hefst. Þá byrjar öfgahægri. Ég er ekki öfgahægri, ekki benda á mig. Nei, þú ert að benda á mig. Öfgahægri og minn flokk. Þú ert með flokknum eða ekki? Já, er það bara einhver stimpill sem að... Já, ég meina, hann leggur áherslu á mál sem að jafnan eru skilgreind sem svona öfgahægri mál. Eins og til dæmis þetta. Má þá ekki ræða þessu mál? Jú, þá má alveg ræða það. En ég bara segja að þetta er skilgreining... Já, skilgreining vinstrimanna. Vinstrimenn skilgreina alltaf öfgahægri, svo er að vera að tala um öfgavinstri. Nei, þetta er svona sama orðræða og sá sem er með sá sem að, eins og þú veist að tala um Snorra áðan, sá sem að kannski er með rasisma, það má ekki kalla hann rasista. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Það er ekki hægt að eiga svona lýsingar á kjarkóðri íslensku yfir ákveðin mál og svo má ekki nota þau eða ákveðin skiluru. Nei, ég bara segja að það má ekki ræða þessi mál. Ef að ég er þeirra skoðunar að sé margir innflytjendur komnir til landsins, hvort þeir eru komnir til að vinna eða eitthvað annað. Þá er það eins og að það sé bara dauðadæmt hjá manni að hafa þessa skoðun og það er alltaf rasista spjaldið dregið upp og hent í mann. Þessi umræða er náttúrulega núna undanfarið, öll þessi umræða núna undanfarið, búin að ífa alveg gríðarlega upp rasisma í samfélaginu. Já, þú ætlar að segja það að menn megi ekki tjá skoðanir sína, þess að þá ítir upp í rasisma. Alveg svo bara var verið að segja þetta, það skiptir rosalega miklu máli, hvernig maður segir hlutina og hvaða gögn maður er að bera fram fyrir fólk. Þú getur alveg tekið einhver gögn og skekkt myndin alveg svakalega. Nei, alls ekki, þetta er bara gögn frá útlendingastofnun, þetta er gögn frá vinnumálastofnun. Ég er ekkert að tala um þessi gögn sem að þú, ég er ekkert að tala um þau gögn sem að þú ert að bera fram hérna, en þetta er í rauninni, ef að síðan
hlutunum er snúið að þér aftur að þessi prósenta sem eru flóttafólk sé bara afskaplega lítið brot af þessum hóp. Og það bara ekki slítið svo rætt. Nei. Þetta er bara miklu fleiri. Já, þetta er samt mjög lítil prósenta. Allavega 3000 ári sem eru nú eins og bara Vestmannabær myndi flytja til Íslands. Já, það náttúrulega á Íslandi. Þetta menna sem að kemur hingað. Þá ert þú að taka með í reikningi fólk frá Úkraínu. Og þið hafi nú ekki verið á móti því fólki það? Nei, við erum auðvitað ekki á móti því, en sko það í rauninni þannig að Úkraínu fólk velkomið, en hversu mörgum getum við svo tekið á móti? Ég hef heyrt að Úkraínumönnum sem koma frá Króatíu og þeir frétta að það væri betra að lifa á Íslandi heldur en Króatíu. Þannig að það raunverulega ekkert eftirlit með því hvaðan þetta fólk að koma. Það koma frá stríðshrjáðum svæðum, það koma bara í betri lífskjör. Nú þekki ég alveg fullt af flotta fólki. Já. Og það yfirleitt alveg gríðalegt eftirlit með þessu fólki. Herðu, það ekki mikið, sko, ég stofnaði fótboltafélagi í Garðabæi fyrir 16 árum sem heitir KFG. Öll árin tóku við á móti drengjum sem komu frá Afríku, voru í hælisleit og fengu að æfa með okkur og það frítt og bara eina skilyrði var að þeir gætu eitthvað sparkað. Svo var einn góð vinur minn, strákur frá hann var frá Kamerún eða einhvers stað hann, kemur til Íslands, dvelur hér í 13 mánuði, svo frávísað, svo liður 6 mánuðir og var komin aftur. Því að kerfið var svo lekt, það var ekkert verið að pæli því hverju komið ykkar. Ok, við munum örugglega takast á fleiri mál af fréttamálum vikunar. Ég ætla aðeins að fara yfir í klúður BBC að falsa fréttamyndband með því að klippa til orð Trump og skeita saman án viðvörunar fyrir áhorfendur og hlustendur. Bogi Ágústsson kallar þetta mistök en ég sé ekki að það sé hægt að kalla þetta mistök. Þetta fölsun. Og þarna hefur trúverðuleiki raskast og þetta var svona sett umræðu BBC náttúrulega í nýtt samhengi og svo þetta ferðast heiminn og það umræðu það sér á Íslandi þá fólk að segja þurfum við ekki að fara að skoða ríkisútvarpið, skekkja þar, einsleitni starfsmanna fréttastofan allt og mikil og gætu verið einhver svona dæmi sem við vitum ekki einu sinni aðeins að af því að sko fjölmiðlun að verða polariseruð hér líka, ekki síður en í nágrannalöndunum. Þetta meira og minna verða allt saman einhverja svona áróðurs fréttastöðar og og þannig að mér langar aðeins að biðja ykkur að bregðast við þessu. Ef að byrja á þér, Já, mér finnst þetta alveg mjög bagalegt fyrir BBC að hafa gert þetta. Þetta eitt af þessum fáu fjölmiðlum sem við erum enn að treysta í dag og viljum að sé svona óhlutdræg eins og því við komið. Þannig að, já, ég meina, þú segir að Bogi Ágústsson segir að þetta hafi verið mistök, auðvitað þetta mistök, einhvers staðar var þetta samt með vilja gert. En ég held að vandinn sem að fjölmiðlar standa frammi fyrir þessi svakalegi hraði. Það svo mikill hraði á að vinna fréttir og vera fyrstu með þar og koma, þú veist, með þar áður en allir aðrir eru búin með það og það þessi smellubeitu menning sem að fjölmiðlar og þeir sem starfi í fjölmiðlum sitja undir og þurfa að fá sem flest að smelli á fréttirnar þannig að það eru þessar rosalegu fyrirsagnir alltaf sem oft ekki geta verið... Ekki Rúv og BBC þurfu ekki að hann ráðið Já, nei, reyndar ekki en þeir virða samt vera að færa svolítið í þessa átt út af því að í menningu fjölmiðla þá þetta orðið svolítið svoleiðis en eins vissulega, Rúv og BBC á að vera yfir þetta hafinn en þarna greinilega hefur einhver starfsmaður gert þetta og ritstjórnin hefur ekki séð það áður en að þetta var birt og ekki fyrir löngu seinna það. Telegraph er með vísbendingar að það sé meira á leiðinni sko. Þannig að þetta lítur ekkert rosalega vel út. Þetta hefur náttúrulega bara kostað útvarpsstjóra og fréttastjóra starfið. Trump hótaði málsókn, þau eru búin að biðjast afsökunar en ætla nú ekki að borga féð. Hvað segir þú þetta? Ég náttúrulega megnustu fyrirlitningu á þessum aðförum. Ég vann sjálfur á RÚV í 12 ár og þá héti þetta reynda bláa höndin, sko. Þá þótti RÚV svo hægri sinna. En í dag þetta svona, myndi ég segja, eins og ég upplifa, mjög vinstri sinna.
Myndir ekki aðra að segja vóksinnað? Já, er það ekki röddin ykkar meðlóksmann allt þessu vók hjá RÚV? En ég get nefnt dæmi, ég voru að horfa á fréttir RÚV daginn og það voru að fjalla dróna árásir Rússa á orku innviði. Sama morgun las ég í þýsku blöðunum þar sem Úkraínumenn hefðu gert dróna árás á innviði í Rússlandi, sko, orku. En það var ekki talað um það á RÚV, það var bara talað um það að Rússarnir hefðu gert þetta, sko. Og það kannski hallar á svona ákveði jafnvægi hjá RÚV, taka oft svona pólitíska afstöðu, gagnvart svona ákveðnum fréttum og svo bara það þannig að maður alinn upp við að treysta og trúa á RÚV og það svona aðeins fara að fjara undan því, sko. Já, hvað segir þú, María? Ég held að sko fjölmiðlar þurfa bara alltaf að vera sko í einhverju sjálfskoðun og sérstaklega kannski fréttastofur líka. Þetta var nú eitt af því sem að Snorri Másson var að tala um á þingpöllunum það var þetta sko og honum fannst sko að það þyrfti ekki endilega að rannsaka fréttastofuna á RÚV heldur það þyrfti að rannsaka menningarþættina þannig að en ég finnst til dæmis það gaman hvað Snorri Másson mikið með okkur hann bara með okkur hérna í dag hann örugglega ánægður með það já, hann nú ánægður en þá spyr maður sig sko Gísli Marteinn til að mynda dagskrárgerðarmaður á RÚV og hann með sínar pólitísku skoðanir sem að dælir stöðut út í þáttinn. Það eðlilegt? Það eru náttúrulega oft í einhverjum svona gaman þáttum oft svona eins og Jimmy Kimmel og Jimmy Fallon það er oft verið svona einhver undirtónn hann er bara svipaður sko hann er að reyna að vera svipaður en ég held kannski auðvitað má hann kannski alveg skoða sjálfan sig líka og auðvitað má ríkisútvarpið alveg sko vera með einhvers konar þetta er bara alveg svo þeir kennti kennslufræði skilur að þér er kennt að skoða sjálfa þessi kennara og ég vil taka það upp á vídeo og fara yfir aðeins hvað þú ert að gera og ég meina þetta er bara það sem að svona professional miðill ætti að vera að gera alltaf, vera með einhvers konar sjálfsmat í gangi þannig að til þess að halda bara ákveðnu jafnvægi. Já, mér finnst kannski að RÚV mætti svona með gagnrýnum augum skoða sig innan frá og það megi aðeins velta því fyrir sér hvort þetta er mikið til alltaf sama viðmælendagallerið sem sem er í þessum þáttum og hvort það sé svona ákveðin freistni vandi að þar séu menn mikið til sömu skoðunar. Við vitum það líka bara að það er þannig með okkur öll ef við erum lengi á einhverju stofnun eða vinnustað þá verðum við værukær og Ríkisútvarpið er náttúrulega með allt aðra stöðu heldur en allir aðri fjölmiðlar. Ríkisútvarpið er alltaf að hefja sig upp yfir allt sem gerist og tala við allt fólk, ekki síst það sem er algjörlega ósamála dagskrárgerðarmönnunum og fréttamönnunum. Þannig að þetta er svona, bara svona mitt innlegg en þú, hvað segir? Það sem kannski kom mér á óvart við þetta er að sko, ég las nú bara hratt yfir þetta með BBC og svo fölsuðu frétti eða myndefni og er kannski bara, ég sá ekki alveg hver tilgangurinn var að því að Trump náttúrulega bara segir og gerir það mikið að það þarf ekki einhvern veginn að búa eitthvað efni til. Það er ekki merkingamunur á þessu klippi og því sem ég sá ekki nákvæmlega klippið en þú veist, ef markmiðið var að reyna að koma einhverju svona þetta spísaði orðans þetta spísaði orðans að klippa saman þetta dróður samhengi ræðuna en þú veist, hann sagði samt þetta var ekkert eitthvað falsa efni, þetta var bara klippt það er fölsunin ég er alveg sammála því að það og bara alls ekki að gera það og ég meina það þarf að fjölmiðlar það er bara mjög hættuleg þróun þegar BBC fyrir að gera slíkt og því að við erum bara með mjög fáa fjölmiðla eftir sem við getum kannski raunverulega treyst en það sem, ef ég má koma það sem kannski komur á óvart var bara sko, til hvers var það gert að því að vegna þess að Trump hefur bara gert og sagt svo mikið sem væri bara hægt að nýta í sama tilgangi ef það var áætlun sem lá hann á bakvið. Það er eiginlega bara það sem ég er að velta fyrir mig. Þú meina að það hafi verið bara óvart? Nei, ég bara meina að þetta er bara algjör óþarfi að því hann hefur sjálfur sagt svo mikið og gert hluti skilur að það á ekki að þurfa einhvern veginn því hann er bara oft
bara ósamur og sjálfur sér, hefur sagt óvænt, það bara, ég sé ekki alveg markmiðið með þessu. Það sem er svo vandræðalegt við þetta er að sko ein helsta réttlætingin fyrir ríkisútvarpum og almannaútvarpi er að það sé mótvægið við falsfréttir og upplýsinga og við höfum alltaf að geta treyst því sem kemur frá ríkisfréttastofum. En svo erum við með svona annað vandamál líka eins og finnst mér vera hafa svolítið einkennt fréttastofur úr núna, það er einhvern veginn að þora engu og þora ekki að segja neitt og þora ekki einu svona að segja þjóðamorð skilur við fyrir nýtt ekki hvað. Þeir segja samt í hverju fréttum sko, þetta margir voru drepnir á Gaza. Þeir eru farnir að segja það núna sko. Þeir voru að segja það langa tíma. En þeir hafa aldrei sagt þetta sé þjóðamorð eða þú veist. Nei, þeir sagðu það í fyrsta skipti. Eftir að skýrsla Sameinuðu þjóðanna eða undirstofnunar Sameinuðu þjóðannar sagði að það væri verið að fremja þjóðamorð. Ég meira þess að kalla það nú til útvarpsstjóra hérna sjálfan og hann sagði að það hefði breytt í hvernig fréttastofan myndi fjalla í orðræðu sinni Gaza. Sá viðburður. Heyrðu, en hérna, já, við skulum þá fara næst í svolítið stórt mál sem það stundum kallað, stundum sett undir hatt eins orðs sem rosalega ljótt innviðaskuld. Fer þetta orð ekki töðan á okkur? Mjög. Ég noti þetta samt stundum heima. Já, en Mogginn sagði okkur frá því í morgun að miðborg Reykjavíkur sé orðin mjög illa upplýst í eiginlegum skilningi. Það bara fjöldi götuljósa bilaður og það er ekkert verið að gera við þau. Það sem á að vera ljós, það er bara núna myrkur. Og mér finnst þetta svolítið tákrænt vegna þess að þetta er það sem að bilur á manni allstaðar. Við höfum allstaðar að sjá að við höfum ekki gætt viðhalds, við höfum ekki gætt þess að byggja upp okkar innviði. Þú bendir á 60.000 innflytjendur en það væri ekkert Íslands samfélag, það væri engin hagvöxtur eða þeir hefði ekki komið, þannig að það er svo margar sko jákvæðar hliðar við það líka að ég held að sé ekki út af þeim sem við erum í innviðaskuldinni heldur vegna, ég held að sé út af því að við höfum ekki gætt þess að standa vaktina á ótrúlega mörgum sviðum og þetta á líka ekki síst við félagssviðið. Fíkn og börn. Við heyrðum að því að starfsmaður Stuðla hefði snappað og hann hefði gengið í skrokk á ungri mannesku og er það út af vinnu aðstæðunum, er það út af einhverju, þú veist ég hitti konu í Kringlunni, hún sagði að hún átti mömmu á öldrunarheimili og hún bara sagði að það væri hræðilega hana séð, það væri bara þessar grunnþarfir, annars það væri bara svo margt að og ekki batna nú ástandið við kólnun hagkerfisins og alls konar vondar fréttir úr atvinnulífinu núna og svona. Það er ekki algjör tilviljun að þið eru tvær, þú vinnur nú í þessum skaðaminnkunar geira, ekki satt. Er alltaf erfiðar að fá skilning opinbert fé, er það þín? Það er vissulega, er náttúrulega áhersla með hverju ríkisstjórn og við náttúrulega finnum það núna að það var ýmsu lofað og enn bíða margir og mér finnst leiðilegt að nota þetta orð innviðaskuld en það er bara þannig. Það er bara á síðustu árum og áratugum þá hefur ekki verið sett nógu mikið fjármagn í ákveðna málaflokka. Meðal annars málaflokka sem snýr að bara geðheilbrigði landsins. Og nú erum við að býta málunum með það, er það ekki? Jú, núna erum við bara að sjá poppa upp bara rauðflögg á mjög mörgum stöðum í okkar velferðarkerfi varandi það að það bara hefur ekki verið sett nóg mikið svo lengi að við erum bara að býta í það súra núna. Og á sama tíma að þá sjáum við náttúrulega að búið mikil umræða ungmenni og ungt fólk sem er að þróa með sér vímuefnavanda og jafnvel fjölþættavanda og það kerfi hefur bara verið, ef ég má bara vera heiðarleg, í bara algjörum lama sessi. Og það er ekki vegna þess að starfsfólki er ekki að sinna vinnunum sinni vel. Það er fullt af fólki inn í því kerfi sem bara gerir þetta af einlægni og miklum áhuga. Má ég spyrja það einu? Já. Það sem auðvitað er hörmulegt að heyra svona ofbeldi.
En Já. ég Og það þjálfaði er aldrei- unga drengi Já. gegnum árin, mjög mikið. Og mér langar að spurja spurningar sem ég held að almenningur og leikmenn vilji vita. Já. Hvernig stendur á því að hver skipti sem nefnt talað fangelsi eða stuðla eða einhver heimili fyrir einhverja, Já. þá kemur alltaf að það er allt vaðandi fíknuefnum inn á Já. þessari stofnun. Já, það er kannski ekki alveg rétt að það sé allt vaðandi, en það er bara þannig að fólk sem glýmir við vímuefnavanda, það vill nota vímuefni og við vitum í dag bara út frá rannsóknum að svo breyta og orsaka saman sem sko keyrir upp þróun og vímuefni hjá fólki í rauninni erfiðleikar í æsku, áfallasaga, fólk hefur ástæð til þess að vilja komast í annað ástand, vegna þess að innri sársaukinn og tilfinningalíf, það er of mikið. Og sérstaklega þegar maður er ungur og þegar ungmenni er að glíma við þennan vanda, að það verður þetta ennþá flóknara því að framheilin er ekki þroskaður og hvatinn verður meiri að komast út úr þessu mikla vanlíðan og erfiðleikum. Þetta fólk á það samert að hafa lent í vondum áföllum. Sko, já, þeir sem þróa með sér alvarlega vímuefnavanda og við sjáum það líka alvarlegum geðröskunum og það er bara þannig að í öllum fangilsum allan heim er vímuefni. Það kemst inn. Ef fólk ætlar að nota, þá notar það. Og það skiptir engu máli hversu mikla eftirlit, hunda, tæki, girðingar, það hefur ekkert með það að segja. Og ég get bara sagt ykkur eitt að ég hef stýrt 2 neyðarskýlum fyrir heimilislausar konur. Og þegar ég var að stýra konukoti að þá gleymi ég aldrei að þetta er mörg ár síðan og þetta er fyrir kannski okkur svona framþróun í að vinna faglega með fólki með virkan vímuefnavanda. Að þá var svona skylda að fólk mátti ekki koma með vímuefni inn í neyðarskýli sem er náttúrulega bara algjörlega galið því að meira hluti fólk sem glímir við langvarandi heimilisleysi á Íslandi er meðal annars út af alvarlegum vímuefnavanda. Og ein kona sagði við mig bara Svala, þú getur alveg kíkt í töskuna mína, en ef ég ætla að koma með neysluskammta einhverju, þá set ég hann bara upp í píkuna á mér. Þetta er mjög Ætlar að fara þanga? Og ég segi nei. Og þá auðvitað náttúrulega bara, fattaði maður, hvað maður að taka þátt í? Það að banna og refsa, það bara eykur allan vanda. Og ég skil alveg umræðina ótrúlega vel hjá aðstandendum og almenn bara fólk út í bæ, bara hvernig gerist það að í okkar öryggisfangelsi sé bara vímuefni, hvernig gerist það á neyðarvistum stöðlum sé vímuefni, en það er bara þannig að þegar að hvatinn er það mikill í að komast í eitthvað annað ástand að þá finnur manneskjan eða ungmenni leið og það á ekki að vera fókusin okkar. Fókusin okkar á að vera á gaggreinda og góða þjónustu og úrræði fyrir hópin sem ræðir. Já, maður heyrir alveg að fíklar eru heppnir að hafa þig. Fólk með vímuefnavanda segir við. Af því að þú talar að þetta maður hafa þátt skemmtilega, það langar með að nefna dæmi frá dreng sem ég var að þjálfa og hann var eitthvað 16, 17 eða hvað hann var. Svo var hann að nota hass og svo eftir töluvana tíma sendur í meðferð á Vog og eitthvað svona. Svo kemur hann út og fyrsta sem ég sé, ég mæti hann með bjór í poka og ég sagði, herru, varst ekki í meðferð? Nei, það var út af hassinu, sko. Það var ekkert út af bjórnum, sko. En þetta er ótrúlega áhugavert vegna þess að við sem samfélag, við rauninni trítum áfengi ekki sem vímugjafa og fíkniefni, en áfengi er náttúrulega vímugjafi og fíkniefni og er sko innan fíknifræða skilgreindur sem sterkur vímugjafi. Og hann er bara út frá rannsóknum og svona svipu kalibari og þú veist kókain og heroin og oxycontin og methamfetamín því að hann er ávanabindandi, hann veldur gríðarlegum afleiðingum fyrir okkar líkamlega heilsu og bara cognition, svona vitsmunagetu, gríðarleg kostnar fyrir samfélagi, það er mikill slysahætta og bara alls konar. Ég vildi bara koma því inn að áfengi er vímugjafi og fíkniefni og þess vegna
þú veist, sjáum við oft bara, okkur finnst í lagi að, þú veist, að drekka mikið og ég meina, en kannski allir aðrir vímugjafar sem eru jafnvel bara rannsóknin sína árum saman að hafa minni skaða á áhættu heldur en áfengi. Okkur finnst í lagi að sko að glæpa hvað er það fólk sem notar kannabis eða eitthvað annað og er kannski ekki með vanda, það er allt í einu orðið einhverju glæpamönnum. Það eru menningarræturnar sem að verða öllu öðru yfir sterkari við þekkjum. Og pólitísk ákvörðun. Þetta er pólitísk ákvörðun að vilja refsa notkun á ákveðnum vímugjafum en leyfa notkun á áfengi og það bara flæðir hér allt áfengi og föstudags- og laugardagskvöldum og svo er bara ríki helsti vímuefnasalinn. Mér finnst það gott í fisk. Ég er komin á hálan ís. Nei, þetta er gott. En mér langar núna að þó að nefna eitt að ríkið ætlar að opna budduna fyrir fatlað fólk. Og þetta var svolítið vikanennar Ingu er það ekki? Jú. Sæland. Jú. Og þú ert öryrki. Já. Og mér langar að biðja meðal annars einmitt, en af því að þú ert svo eina við borðið. Ég bara glími við fötlun og veikindi, já, ég langveik. Já, langveik. Hefur þú skoðað, af því mér fundist það svolítið vanta í fréttaflutningin að löggildingu réttindum fatlara hér á landi, hefur þú skoðað hverju þetta mun raunverulega breyta? Já, sko, ég var, í 2022 var skipaður vinnuhópur sem var fólk úr öllum ráðuneytunum og fólk úr öryrkjabandalaginu og þroskahjálp og svona þessum, geðhjálp og eitthvað svona sem að voru skipaðir 11 vinnuhópar til þess að fara yfir öll atriði samningsins og skoða í rauninni og gera svona áætlun hvað ríki og sveitafélög þyrftu að gera til þess að hægt væri að samþykkja og lögfesta samningin. Mér er sagt að það vanti í útfærsluna alveg hvernig ég að gera þetta og hvaðan fjármagnin komi og svona, er það rétt? Sko, útfærslan er, ég verður bara að segja það að ég var ekkit rosalega hamingjusöm við svona loka niðurstöðu þessara vinnu. Nú? Nei, vegna þess að við komum alveg með hugmyndir inn í mínum og ég var í hópum 28. greinina sem tekur fyrir húsnæðismálin til dæmis og og það voru alveg svona tillögur sem að höfðu verið lagðar fram og voru komnar á blað sem að hörfu einhvern veginn út í loka niðurstöðunum í meðferð ráðuneytisfólksins. Getur þú gefið dæmi? Já, ég get gefið dæmi. Það er til dæmis var punktur varðandi það að kostnaður við fötlun er yfirleitt meiri heldur en það kostar mikið meira að vera fatlaður heldur en ófatlaður. Já. Þú þarft að taka kannski leigubíla og þú þarft einhvern veginn alltaf að bera meiri kostnað almennt og það hefur verið reiknað út í ýmsum löndum og Bretlandatímabili var talað að það veri 40% auka kostnaður, þú veist það er mikið aukreitis oft og þannig að það kom tillaga að setja þetta inn sem auka lið í nýja örorkukerfið líka en það náðist ekki gegn. Nei, þetta var einhvern veginn látið hver út. En er ekki þetta alltaf svona? Það er búið til einhver raketta og með alveg halleluja og hún grætur í pontu en svo er þetta bara einhver svona populismi. Menur að þetta sé ekki neitt þessi samningur? Ég hef áhyggjur af því. Nei, það er náttúrulega gríðarlega bara mikill ávinningur að við skulum vera búin að lögfesta þennan samning loksins og Inga er náttúrulega búin að vera leggja þetta fyrir 4 sinnum meðan hún var stjórnarandstöðu en núna er þetta loksins tekið fyrir. Þessi samningur var skrifað undir en samning 2007. Þá séu það. Þannig að 2016 held ég er hann einhvern veginn innleitur og þetta er gríðarlega langt ferli orðið. Hvað heitir hann samningurinn þessa 24 tíma þjónustu sem var komið á fyrir einhverjum árum síðan? 24 tíma þjónustu? Er það NPA? NPA samningarna. Svo heyrir maður að þú veist, það er búið að koma svo á
og svo fær ekki nema hluti af fólkinu þá þjónustu sem við búum að Já, lofa. það náttúrulega svona forgangsraðað hverjir fá MPA-þjónustu. En þessi samningur einmitt bætir réttastöðu þeirra sem hafa ekki fengið þjónustu, því að nú geta þau kært það að þau sé ekki að fá þá þjónustu sem þeim ber að fá. Ef að þeim ber að fá hana, já. Það er samt ekki í rauninni, þú getur ekki kært beinlínis á sko vegna þess að það eru viðaukarnir í öllum þessum mannréttindasamningum og sko Íslenska ríkið er ekki búið að skrifa undir þann viðauka. Þetta er eins og hérna ég held að sé á Spáni þar sem að sko varandi húsnæðismálin, þar getur sko að þú ert húsnæðislaus þá getur þú kært ríkið ef það rattar þér ekki húsnæði. En hérna þetta er eitthvað sem að, þú veist, Ísland hefur aldrei skrifað undir í mannréttindasáttmála, þannig að þú veist, þetta eru viðaukarnir gera það verkum að þú getur kært á þessum forsendum, en þú getur vissulega bent á þetta og þú hefur náttúrulega eitthvað svona sterkt fyrir þér með því að Ísland sé búið að samþykkja og ætlar að innleiða náttúrulega að fyllilega þennan samning og ætlar að breyta ákveðnum hlutum í kerfinu og er búið að gera það nú þegar í einhverjum tilfellum eins og núna er þetta nýja bótakerfi í rauninni komið á sem er svona einhvers konar útfærsla af starfsgetumati þannig að þú veist það er Já, það eru alls konar einhverju litli hlutir í kerfinu sem búið er að breyta nú þegar. Ég man ekki, og hvernig er átt að koma til framkvæmda? Þannig að fólk sjá í alveg að sé eitthvað á bakveg. Áætlunum sé til held í 2027. Þannig að þeir hafa núna einhver ár til þess að svona klára að láta þetta fungera inn í kerfunum. En hvernig svona, nú spyr ég bara svona í praktiska, því ég var einmitt að svona reyna að lesa mig til og ég veit alveg, þú veist, út frá mannréttindasjónarmiðum og bara gríðarlega mikilvægt að þetta hafi loksins náðist í gegn. En hvað áhrif hefur þetta í praxís? Ég held, fyrir fólki sem ræðir? Í praxís er þetta náttúrulega, þetta er breytt greiðslufyrirkomulag núna. Það er eitt til dæmis sem er í praxís og það hækkuðu bæturnar hjá flestum eitthvað. Ekkert vola mikið kannski, en svona eitthvað misjæft sko. Og það er krafa á sveitarfélögin náttúrulega núna eftir þetta að standa við til dæmis að veita fólki húsnæði ef að það er sem sagt, á rétt á húsnæðisstuðningi eða skilur það er allavega bara hlutir. Það komið svona meira aðhald. Já, og ég var að lesa einmitt yfir listan sem að... Og þetta hikandi, sko. Þú trúir ekki alveg á þetta? Sko, jú, ég trú alveg á þetta. Það er, auðvitað, þetta er rosa réttarbót, ef ég ætla að segja sem svo, en þetta er samt kannski ekki þannig að við getum farið að kæra ríkið 1, 2 og 3 pronto fyrir að, eða sveitafélögin fyrir að standa sig ekki, sko, en við höfum samt mikið meira í höndunum til þess að krefjast bóta. Það sem að við erum sko að klíma við samt og það sem að við sáum líka núna í húsnæðisofnum til dæmis að þegar verið var að sem sagt, vinna í þessum 11 hópum og eitthvað svona, það endaði með því til dæmis að það var birt skýrsla sem að Hagstofan hafði unnið, þá hafði Hagstofan gert sérst könnun á högum fatlaðs fólks sem að það eru bara ekki til tölur yfir ótrúlega margt og það er bara öryrkjabandalagið sem er sko regnhlífasamtök sjúklingafélaga fyrst og fremst sem að er að láta gera og kosta alls konar rannsóknir á högum fatlaðs fólks en ekki ríkið sem er alveg fáránlegt. Þarna gerði Hagstofan einhverjar rannsóknir og við vorum til dæmis í húsnæðisofnum í samtali við Hagstofuna að sagt, halda áfram einhverju svona vinnu og þá búið að lofa einhverju fjármagni í það að þetta yrði bara, þú veist, og það yrði að gera þetta til þess að einmitt uppfylla skilyrði samningsins en svo leið og kemur ný ríkisstjórn þá bara segir Hagstofan, sorry, við fengum ekki fjármagn. Þannig að þetta er vissulega rosalega alltaf fyrir hendi að það verði ekki sett fjármagn í ákveðna svona hluti og þar á leiðandi en það sem að við höfum líka kannski í bakhöndinni er það að það verða gerðar skuggaskýrslur og það verði og alþjóðasamfélagið getur slegið á puttana á Íslenska ríkinu og sagt þið eruð ekki að standa ykkur. Þetta er bara alveg svo spillingaskýrslurnar og allt þetta sem að ríkið vill ekki vera á einhverjum gráum lista eða Nóa skýrslunum sko. Skilur þið, auðvitað vill hver ríkisstjórn
auðvitað standa sig í alþjóðsamfélaginu, held ég, tel ég, en mér þætti það eðlilegt. Þannig að ég vona að þetta verði bara til góðs og það verði smám saman náu við að vinna ákveðin réttindi og já, þannig að ég ætla ekki að vera alveg, Nei, þó ég sé alveg skeptisk með sko að suma hluti. Eðlilegum ástæðum. Það Eðlilegum eru ástæðum, já. alltaf öryrkjar, eldri borgarar, Já. þeim Þetta er alltaf sópað út af borðinu. Þetta er alltaf afgangsstærðin. Það er bara alltaf þannig. svoleiðis. Já, já. Alveg sama hvað ríkisstjórn er. En þetta er mikilvægt skref í baráttunni. Þetta er mjög mikilvægt skref í baráttunni, algjörlega. Þannig að hérna, ég skil alveg að Inga hafi grátið í þarna Þú segir hún í gráti pontu, alltaf. Já, hún hefur tekið tvisar, þrisar. Það er stundum stutt í tárin, sko. En hún vill vel. Ég kann að meta hana vegna þess að hún vill virkilega hugsa þú veist, þá sem minna mega sín, en svo er hún alltaf einhvers staðar stoppuð á leiðinni, sko. Ok, þá er líka skoðanakönnun á okkur. Hvort viljið þið frekar tala ESB, tollana og kísilmál núna og kulnun hagkerfis, vexti og húsnæðismál, allt sem er ógeðslega leiðilegt en mjög mikilvægt, eða moskítóflugur? Guð minn góður. Ertu ekki með 3 valmöguleika? Fótbolta? Ég og Meti, sko. Ég hef verið stungin 110 sinnum að lúsmi, sko. Já. Þannig ég hata það. Ég var bara... Hvar varstu stóttir? Ég var bara í útlíðið einhvers þar á Laugarvatni það var ansi skætt þar fyrst sem- þegar hún kom til landsins. Og svo mætti ég í sundlaugina og í pottina og bara hlupi allir upp úr. Það vildi ekki vera með einhverju sem var eins og Bara með útbrot. útbrot smitandi. En það er enginn sem er að grípa neitt öngul þarna. Já, við getum haldið áfram. Við getum farið til dæmis í orðalag dómsmálaráðherra sem að tala fínu mennina í háskólanum þegar kemur að námsmönnum erlendum. Einmitt. Er það Þá umræðum? förum við að rífast aftur, sko. Tökum moskítófluguna. Já, sko. við getum verið sammála að vera öll illa við moskítóflugur. Fílubómbunum, já, fara. Hvað heldur? Erum Hvort þú viljið, jú. Við skulum aðeins tala fótbolta. Strákarnir hann okkar unnu góðan sigur á Azerbaijan Já, og eru virkilega á réttri leið undir stjórn Arnars. Og svo algjör leikur á sunnudaginn við Úkraínumenn í Pólandi, Við þurfum bara jafntefli. og okkur til að vera jafntefli til að komast í umspil og það er bara virkilega svona margir frábærir ungir strákar að koma upp sem geta orðið bara stórgóði leikmann, sko. Er Arnar réttum ári réttum stað? Hann er upp 100% gaur, sko. Munum við ná að komast í umspil fyrir HM? Heldur við náum úrslitum á sunnudag? Við þurfum að vinna, bara byrjaði að vinna Úkraínumenn. Hvað segir þið? Ekki mikið. Ég bara verði veikinn að ég fylgist ekkert með fótbolta. Ég á 2 syni sem eru í fótbolta Já. og ég þakka ykkur fyrir að hafa rætta hér út í að ég fæði þá kannski til þess að horfa á þáttinn hérna. Já. Fyrst að við tala um fótbolta. Ég plata þess að tala um fótbolta. Af því að þeir vita sem er rétt að ég veit ekkert um fótbolta. Okay. Ég fer á stið þá og þar enda minn áhugi. Systir sonur minn er með þetta ef að fótbolta og kvartarsárum held ég undan því að enginn í fjölskyldunni hefur áhuga á fótbolta. Það er eitt af þessum augnablikum núna, sko, það sem að lætur sér dreyma. Þess vegna finnst mér þetta að vera umræðefni. En eigum að fara í sko það að það glittir aðeins, það smá vonum vaxtalækkun eftir helgi hjá Seðlabankanum. Ekki vegna þess að skuldugur almenningur sé búin að rífa úr sér augun og tapa öllu út af þessari sturgluðu hávaxtastefnu, heldur vegna þess að nú er það atvinnulífið og hagsmunir atvinnulífsins samanber svona þau áfall sem við höfum aðeins imprað á sem er kísilmálmurinn, það er stóriðu fall eða mögulegt á Grundartanga og það er við erum að missa flugfélög og það er verið að segja upp fólki hér og þar og það er allt svona kólna. Hafið einhverja tilfinningu fyrir því hvort Seðlabankinn muni þá hlusta á atvinnulífið og lækka vexti eftir helgi sem geti stór lækkað okkar afborganir ef þið eru skuldugir íbúðareigendur eins og ég? Hver er það að byrja? Hver vill byrja? Sko, Bara
Ég ætla nú bara að segja, já, þetta bara, mér finnst þetta bara svo galið að það sé einhver bara, ég held að þetta ekkert stór nefnd það í Seðlabankanum, þessi nefnd sem ákveður hvort að ég að hækka eða lækka stýrivexti. Stýrivaxtanefndin. Þetta bara, mér finnst bara svo galið, þetta allt mannanna verk, þetta system, þetta mannanna verk og þetta þarf ekki að vera svona ferlegt eins og þetta á Íslandi. Þessi húsnæðislán og leigumarkaðurinn og allt þetta sem bara hræðilegt ástand. Þetta þarf ekki að vera svona. En það er svo stýrt af fólki. Ég hef ekki ennþá heyrt leggja fram einhverja solid lausn sem við séum öll að loksins komið það. Það hefur alltaf verið erfitt að kaupa íbúðir. Ég bara man frá því að ég var bara upp úr 20, þá var fólk að bölsótast yfir að það er ekki hægt að kaupa íbúð á Íslandi. Þannig að þetta er ekki nýtt vandamál. Það er hvergi í heiminum samt sem að þú þarft að borga húsið þitt 3 sinnum eða eitthvað. Nei, ég bjó í Belgíu og Þýskalandi og þar hafði fólk það tiltölulega gott. Já, ég hef líka einmitt búið bæði í Svíþjóð og Danmörku og það er ekki svona húsnæðisvandi þar og það er ekki svona dýrt að koma þaki yfir höfuðið og vextir eru náttúrulega bara stjarnfræðilega lágir með við hér á Íslandi og þetta er íslenskt vandamál og þetta er búið til af okkur vegna þess að við erum bara við erum alltaf með íslensku krónuna. Ég held líka, ég er ekkit vissum endilega það er ekki máli held ég. Ég held bara að sko þetta eru margir ýmsir þættir sem spila inn í og það er einhvern veginn vantar algjörlega einhvern kjark í ráðamenn til þess að bara taka og skoða þetta bara frá aðtölu og breyta þessu. Ég las þó eina góða frétt þetta sem snýra þessu í dag og það er að markaður spáir því að fasteignaverð muni lækka sem er bara í fyrsta sinn sem að í mjög langa tíma að fasteignaverð fara að lækka vegna þess að það er eitthvað sem við þurfum. Það er orðið of hátt núna og það er algjörlegt frost á markaðnum út af. Ég tel líka að það þurfa að byggja miklu meira félagslegu húsnæði hérna. Það er líka það sem við sjáum munin okkur á Skandinavíu og það er líka balanserar aðeins bæði leigumarkaðinn og annað. Þá kemur alltaf því að lóðir eru svo dýrar og það er bara, þú veist, þetta strandar alltaf einhverju. Það strandar alltaf einhverju. Já, og það er bara... En það þarf líka bara að vera pólitísku vilji til þess að breyta og setja ramma og setja þak og allt þetta. Og kjarkur til að gera það. Já, og ég held að séu bara, þú veist, stjórnmálaflokkarnir eru bara með ólíka sýn á hvernig á að sinna húsnæðismarkaði og í hvað átt að fara. Ég meina, ef maður skoður þetta bara frá grunni að þá náttúrulega, það versta sem hún gerir fyrir fólk er að gera það heimilislaust. Allur vandi fólks eykst til muna og ég fæ að segja enn og aftur er að ég hef í gegnum mína tíð unnið mjög mikið með fólki sem er að glíma við heimilisleysi og það er ekkert sem kemst á við það, skilji ég mig. Og þá fer maður að hugsa út í bara hvernig húsnæðisstefnu erum við að reka sem samfélag. Hvað veldur því að margskonar fólk endar einhvern veginn á því að vera á götunni eða vera í mjög ótryggum, ólöglegu, heilsuspillandi húsnæði eða vera að láta sig hafa það hjá okkur mönnum út í bæ til þess að hafa húsaskjól, skiljið mig. Það er svo margur angi sem þarf að skoða og ég held að það þarf að gera húsnæði bara mun aðgengilegra fyrir ólíka hópa. Staða bankana er alveg ótrúlega sterk þeir gátu leyft sér í kjölfar Hæstaréttardóms að bara loka fyrir öll lán tímabundið og ungt fólk er bara sett í fristinn og svo er það búin að kokka upp einhverja leiðir sem mun alveg áfram leiða til þess að bankarnir arðræna almenning með þessum brjálæðislegu vöxtum, bara punktur og basta og það virðist einhvern veginn ekkert ná í gegn samfélagslega ábyrgð þessara banka er engin. Seðlabankinn hugar fyrst og fremst að ákveðnum þáttum samfélagsins en lætur annað undir höndleggjast. Það er einhver svona... Ég held að þjóðin ætti að taka sig saman og borga ekki einhvern gjaldaða. Það væri bara eitt gjalddaði sem var ekki greitt. Nú er ég sammálaður. Við getum sammála það. Við getum algjörlega sammála það. Það er nú að vera skemmtilegt. Skapar þjóðarsáttum að borga ekki gjaldaða. Ég er bara einnilega sammála. Við erum bara að tala fyrir beinni aðgerð hérna. Ég vil líka fá aðra aðgerð sem eru allir innflytjendur leggja niður störf í dag.
Já, Já, þá ég þarf styð maður bara að það. sjá sig sjálfur ef maður lendir inn á spítala eða eitthvað. Já. Nei, þetta var bara grín. Gamla fólkið. En ég get bara sagt að til dæmis maðurinn minn alveg upp í Frakklandi og þannig að ég fer reglulega þanga og maður svona bara hefur kynnst húsnæðismarkaðnum þar og svona að lánum og ég meina það finnst öllum galið hvað við erum að greiða í vexti á mánuði. Veistu í hverju það liggur? Að því ég bjó bæði í Belgíu og Þýskalandi, það leigumarkaðurinn undir reglugerð. Þú getur ekkert hafa eins og hérna á Íslandi eins og svín á leigumarkaði. 450 skall leigu fyrir 100 fermetra íbúð. En það líka bara, þú getur ekki reki banka og verið bara með himinhá vexti. Húsnæðislán í Frakklandi, systir mannsins minns, hún greiði innan við 2% vexti. Já, þetta er bara víða þannig. Þeim finnst það bara algjörlega, milli 1 og 2, það er bara algjörlega eðlilegt. Og það er ekki tilfærtrygging. Nei, það eru svona ýmsir þættir sem að kannski stuðla að þessari krísu á húsnæðismarkaði á Íslandi. En það er einhvern veginn, já, þetta er bara mannanna verk, það er pólitískan vilja til að breyta þessu. Samt eru allir einmitt að tala um þetta, bara af hverju er þetta svona hér? Þrælslundir er svo sterk í okkur, við látum alltaf berja okkur niður og við getum ekki saminast að rísa upp. Það er bara vandamál. Og kannski einhverju vilja verðtrygginguna burt, aðrir ekki. Ég vil kenna lotningu íslenskra fjölmiðla, mainstreams fjölmiðla að hluta þetta. Það er þessi bankastjórar og þessi gæjar, þeir koma bara í viðtöl hjá einhverjum sem vita að munu fara og frekar mjúkum höndum. En það er meira en að sé farið að mjúkum höndum. Þeir fá aldrei að heyra það sem allir eru að tala um. Ég auðvitað eftir meiri róttækni í íslenskri fréttamennsku. En mér finnst líka svo mikil áhersla á það að allir vilji eignast húsnæði. En af hverju vilji allir eignast húsnæði á Íslandi? Það er út í að algjörlega ómögulegt að vera á leigumarkaði. Það er ótryggur markaður, það var allt og dýrt. Af því að við erum ekki með óhagnaðardrifin leigufélög eins og tíðkast í Evrópu. Þegar maður býr í Evrópu, þú veist, ég á ótrúlega mikið að vinum í þessum Evrópuríkjum sem að eiga ekki húsnæði og hefur mér aldrei dottið í hug að kaupa sér, vegna þess að það er bara ótrúlega fínt að vera í öruggu leiguhúsnæði, þurfi ekki að hafa áhyggjur, bara ef eitthvað bilar þá er bara hringt í húsverð og hann lagar það og þú veist, það er ekkert allir sem vilja eignast húsnæði nema bara út í að við erum sett út í horn og það er annarkvort bara að eiga húsnæði og þá eignast eitthvað með árunum eða vera á þessum ótrygga allt og dýra leigumarkaði sem okkur er boðið. Svo er eitthvað vísitala sem að hækkar leiguna hver mánaðamót og eftir eitthvað 1 eða 2 ár þá er bara komið 30% hækkun. Það er enginn að setja leigu og það er ekki að treysta á neitt, það getur alltaf hækka út í hið óendanlega. Ég meina á mörgum stöðum er raunverulegt val að bara að kjósa það sé þinn lífstíl að vera á almennum leigumarkaði út af bara alls konar kerfum sem hafa verið sett upp og einmitt bara óhagnaðardrifin fyrirtæki sem eru að leigja út sem er bara gríðarlega mikilvægt og við þurfum að fara að horfa til þess. Annað sem ég finnst líka mikilvægt að við áttum okkur á, það er alltaf verið að tala um að þurfa fjölga lóðum og byggja, en það þýðir ekkert að byggja meira húsnæði ef það er alltaf sama fólki sem er að kaupa nýjar og nýjar íbúðir. Íbúð nummer 2, íbúð nummer 3, svo eru bara fyrirtæki. Á sama tíma og það er þetta regluverk þarna. Það er endar í húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar. Já, það er samt rosalega lítið, þetta er rosalega veiklulega pakki það sem er. Þér fannst hann veikur. Mjög veikur og ég meina við vitum, og bara út frá þessu sem þú ert að segja, ég meina fólki sem er að kaupa húsnæði og kaupa einmitt fyrstu íbúð, aðra íbúð, þriðju íbúð, ég meina á sama tíma erum við með munin á fötluðu fólki og ófötluðu fólki sem að eiga sitt eigið húsnæði, það er 30% munur. Þú veist, fatlað fólk hefur ekki efni á að kaupa húsnæði. Þannig að það er ekkert val, einhvern veginn. Heyrðu, það fer að líða að lokum hjá okkur. Hvar varstu aftur í Belgíu? Með hvaða félagsliði? Það hét Vatir Sjæ Genk á þeim tíma, en heitir Genk í dag. Þetta er bara sama liðið, bara skipt nafn og bara frábært að vera í Belgíu. Belgar eru yndislegt fólk. Hvað varstu atvinnumæður í fótbolta lengi? 7 ár fann til að njena mér, neituð að hjálpa mér í þessu. Þannig að ég var frá 20 og þannig að ég var svona 27-8 ára. Njensöðu hingað ekki lengur? Það er bara ekki. Komið gott. Það er náttúrulega svo hrikalegt álag, maður er sparkað. Það sem hefur breyst með það sem var þegar ég var að spila. Þá máttu varnarmennir sparkaði niður aftan frá.
Þannig að fyrst alltaf óvænt högg og hérna gast ekki varði. Í dag þetta bara rautt spjald ef við gerum þetta. Þannig að leikmenn miklu meira vendaðir og síðan fór ég yfir til Þýskalands og var svo lánsamur að vinna þýska bikarmeistaratitilinn og líka í Belgíu. Þannig að ég var mjög heppinn þráttur meiðsli og allt þetta. Kannski ekki bara spark í nýrspæturnar eða sko, ég er bara alveg öryrki eins og þú sko, en ég skröldi. Hvort eru 70 handboltamenn, afreks íþróttamenn í handbolta eða 70 fótboltamenn, hvort eru þeir verr leiknir? Ég held að sé allir illa leiknir, það er bara málið sko, og þú veist við erum lemstraðir og íþróttafólk bara stórhættulegt að spila best að vera ekkert íþrótt. Atvinnumennska bara þannig að það er ávísun á öryrkja dæmi á efri árum, en þú myndir samt endurtaka það aftur og aftur sko. Ég man alveg hvað ég var grobbinn þegar ég átti nýjan bensmaður og bjó í einbýlishúsi og svo var maður bara þú átt heiminn sko, en það var ekki alveg þannig. Svo lítum maður sem foreldri líka á það að íþrótt og iðkun barna forvörn. Algjörlega, mikil. Þú veist, þó að ég sé ekki fótbolta áhuga kona og ég veit að það er mikið meiðsl, þá er ég bara mjög ánægð ef að strákarnir mínir eru í fótbolta og það er svo margt verra sem að þeir geta gert. Því get ég alveg lofa þér að það eru sko miklu minni líkur á að fótboltastrákar eða handboltastrákar eða bara íþróttakrakkar sem eru í hópíþróttum og eru með aga og reglu kringu sig. Það eru miklu minni líkur á að lendi ykkur dóp. Er ekki líka bara þeir sem eru í tónlistanámi eða listnámi eða eitthvað svona? Bara sterk félagslega í svona hópum og eiga vinni og virkja einhverja sætti. Það er einmitt sko íþróttir og listir að nefna þetta oftar í sömu málskrein. Já, það er nefnilega margt þarf að aga í bæði og ástundun. En þú tekur rígin á milli sko. En þú hefur líka, þú veist, þú hefur hlutverk og hérna þú setur upp markmið og það er liðseildin. Og þú lærir aga oft í til dæmis sérstaklega tónlistanámi held ég líka. Ég segi oft frá því að það var leiklistin sem bjargaði mér þegar ég var unglingur. Frá því að vera ekki í kraftgalla með landanir í bæ. Ég var að æfa mig fyrir leikrit. Það er einmitt oft annað hvort íþróttir eða listir sem bjarga okkur. En þetta hefur náttúrulega bara verið rannsakað og hérna þetta er hluti af íslenska forvarnamódelinu. Hvað bjargaði þér? Hvað segirðu? Hvað bjargaði þér? Ég bara sko ég æfði dans og hérna kannski svolítið klísukennt en ég held bara að hérna ég hef alltaf haft svo mikið gríðarlegan áhuga á mannfólki að hérna stúdera það og einhvern veginn að fara inn í ólíka hópa og bara þú veist ég ólst upp í Keflavík og hann þekkt alls konar svona félagslega vandi og ég er svo gríðarlega, ég upplifði mig bara mjög lánsam að hafa fengið að alast upp í þannig umhverfi þar sem er mikill fjölbreytileiki, ólíka stéttir og hérna ég kynntist alls konar. Þetta er alltaf frábært starf sem er að vinna með þetta skaðaminkandi úrræði sko. Já, takk Maður hefur alveg fylgst með þessu bara nokkur ár og séð það en það er vantað stuðningin. Það hefur ekki fengið það sem það þarf til að styðja við bakið á starfseminu og skilningurinn hefur oft verið svona takkmarkaður. Já, takk, gaman að heyra það. Þetta er bara það sem ég hef séð frá þér í gegnum tíðina, sko, síðustu ár. Við erum, ég veit ekki hvort ég að segja, en við erum að fara á stað með styrstarsöfnun. Fyrir hérna aðal þjónustinu okkar sem við köllum hérna Reykur skaðaminkandi þjónusta en við erum... Sáum við einhverja frétt á Vísi það? Það var sem sagt viðtal við einn skjólstæðing okkar, 22 ára ungan dreng sem er búinn að vera fastur í ópíóðavanda í 4 ár. Þakkar Reyk líka bara? Já, býr á Norðurlandi og hérna er hún edrú í dag og hérna er búinn að vera, hefur sótt þjónustuna okkar, við veitum semst mikinn símastuðning og ráðgjöf og eftirfylgni og ég sinni mjög mikið aðstoð fólki að komast í réttar lyfjameðferðir og afvitrannir og eigum mjög gott samstarf við SÁÁ þannig að hérna með viðandi stuðningi og það að fólk fái öruggan stað og geti leitað fyrst í nafnleynd þá bara er hægt að gera svo ótrúlega mikið og hérna en við erum á þeim stað og það er alveg hárrétt að hérna það hefur stundum verið erfitt að fá fjármagn fyrir svona þjónustu Ég ætla að benda rætt að því ég tala reynslu. Ég er sem sagt
í 15 ár búin að vinna með Kívanishreyfingunni Já. sem er safnað og Einmitt. ég hef markasett sem sagt einstök börn sem voru á síðast ári Já. sögnuna sem Já. gekk frábælega Já. og Kívanishreyfingin er búin að vinna ótrúlega magnað starf fyrir þennan málaflokk. Já. Herðu, vandir sá, einstök börn sem stýður við 800 fjölskyldur með Já. langveik börn sem eiga raunverulega takmarka framtíðavon. Einmitt. Þau fá ekkert frá ríkinu. Meðan að önnur samtök sem að nefna ekki eru að fá til dæmis 70-80 milljónir. Já. Og manni finnst það svona misjafnt gefið, sko. Já, það eru misjöfn áhersla og hérna. En þetta var svo ég segi framhjaldinu og það er það að fá pening til þess að marka setja þetta átækði. Já. Það gerist ekkert án peninga. Ég veit það. En kannski er ástæða fyrir því að við hittust í dag. Við vorum hérna. Og við erum með þess að hætta að rífast. Já, Við já, erum já. svona frekar farin að senda Já. hvort öðru frekar jákvæð skilabóð Við og eigum maður sér svona miklu meira nýtt samstarf í kortunum. Sameigilegt heldur en það sem Það aðskilur var okkur. það alveg fyrir Það að er væru alltaf svona að fara að dansa hérna eftir að þættinu líki. En hvernig var í lífið ef allir væri alltaf sammálum? Já, Það einmitt. þarf að vera svona Það er debat ekki til að þroska samfélagið. Sko. Algjörlega. Bara litur á. Lummulegt í lokin, hvað ætlaði að gera um helgina? Byrjum á þér, Valgerður. Heyrðu, ég er að skrifa 2 ritgerðir Nei. og ætla að klára allavega aðra um helgina. Já, Og í stjórnmálafræðinni. Já, ég er að klára stjórnmálafræði og ég reyndar að skrifa 5 lokaritgerðir í öllum fögunum sem ég er í. Þannig að það er svolítið törn framöndan næstu 3 vikur. En 2 sem ég er að gera akkurat núna. En ég er boðin samt í 50 sammáli og ætla að láta sjá mig þar í smá stund vegna þess að það er ekki annað hægt. Maður getur ekki algjörlega látið vini og fjölskyldi sitt á hakanum þó að maður sé metnaðarfullur í námi. Hárrétt, ertu fann að lagt í jóluna? Já, ég er algjört jólabarn sko. Mér finnst voða gaman á jólunum og hérna ég fæ svo langt jólafrí. Já, af það því ég er stóru námsmaður. branda jól. Það er bara atvinnureikendur, þetta er margt fyrir vinnuvendur. Bara hlakka mjög mikið til. Gaman. Hvað með þig? Heyrðu, við hérna tökum á móti börnum og barnabörnum yfirleitt á hverju einasta laugardagskvöldi og reiðum fram lambakjöt og einhverja drykki með ekki fyrir barnabörnin sko en þetta er bara hefð sem búið að vera í mörg ár hjá okkur, alltaf að lögutum ef fólk kemst sko. Hryggur eða læri? Já, og ég er bara svona kótilettur Kótilettur líka? Í raspi? Lambaluti, nei, það er ógamaldags sko. Það er gaman það er svo góðar. En góð stund. Já, skemmtilegt. Bönd fjölskyldunar, rækta þau. Helgar eru góða fyrir þess. Hvað með þið, María? Ég ætla að fara á morgun, ætla ég að fara í ammali til yngra barnabarnsins á Selfoss og sem er bara, já, orðin unglingur, 13 ára. Og svo ætla ég bara að spila píanó, held ég. Píanó? Já. Geggjað? Já. Það líst mér vel á. Já. Hvet allt fólk til að spila píanó. Ég ger það líka. Já. Það er bara mjög holdt. Þetta er búin að spila lengi. Nei, ég byrjaði að læra píanó þegar ég var 43 ára gömul. Vel gert. Frábært. Fyrra sem sagt. Já, þú veit sko. Fyrir 10 árum síðan, já. Það er fyrir leis. Hætt að telja. Skemmtilega. En þú? Heyrðu, já, ég ætla svona, hérna, ég þarf aðeins að vinna um helgina. Ég, þarf að senda greinagerð á ráðuneytið og svona rekstrar og tekja áætlun og senda Lárusi tölvupóst og byrju viðræðum þar sko, varandi áframhaldandi stuðning því annars þurfum við að loka þjónustunum áramót. Nú, það er bara þannig. Óþólandi þetta betla á hverju ári sko. Já, en svo þetta er líka lúmst gaman að því þá fær maður að kynna allt starfið og allan árangur sem við náum sem er líka svo gleðilegt. En svo þarf maður náttúrulega að hafa gaman, þannig að ég reyni alltaf að að gera eitthvað skemmtilegt, fara út að labba og hitta vinkonur eða fara með manninum út að borða og svona. Já. Þannig já. Gera eitthvað skemmtilegt, segir Svala Jóhannesadóttir og mér hefur fundist skemmtilegt að vera með ykkur hér síðastliðin klukkutíma eða síðustu 5 korter eða svo. Kæra þakkir fyrir komuna öll, Valgerður, Lárus, María og Svala. Góða helgi. Góða helgi. Takk fyrir boðið. Já, það var virkilega gaman að hafa ykkur og góða helgi kæru hlustendur og áhorfendur. Ég vil minna á það að í fyrramáli klukkan 9 þá er helgi spjall
stórmerkilegt viðtal við skólastjóra söngskólans, stórmerkakonu sem að fluttist heim frá Spáni eftir langa vist þar og hefur svo sannarlega sögu að segja. Svo úrval flutt hjá okkur upp úr hádegi á morgun, svona það besta samantekt úr besta efni vikunar, og minna einnig á syni Egils, þjóðmála þáttinn góða, klukkan 20:40 á sunnudag. En vikuskammti lokið í dag. Takk fyrir samveruna, góð helgi.